Komið sæl. Mér á bent á þetta áhugaverða efni. Já, þá vegna hérna eftir að við fyrirlestur þetta á við síðasta lyflækningaþingi hér á Íslandi. Og þetta svona hreyfing sem að reiða sig til rúms og það eru framfyrir endurskoða mikið rannsóknir og meðferðir til að athuga hvort það sé raunverulega ábending og þörf fyrir. Og byrjum bara á þessu. Árið 2010 sem birti þessi ágæti læknir Howard Brody grein í New England þar sem hann skoraði á sérgreinafélög innan Bandaríkjanna og báði að bera kennsl á 5 rannsóknir eða meðferðir sem að þeir teldu að væru ónotaðar í þeirra sérgrein, það sérgrein sem það var, án þess að geta sýnt fram á marktækan árangur eða eitthvað ágóða fyrir sjúklingana. Þess að það að rannsaka eitthvað myndi sýna fram á bættar líkur að bata eða einhverju slíku fyrir sjúklinga. Og á þessum sama tíma NPA, National Physicians Alliance, birtir það lista af 3 skrefum fyrir lyflækna, barnalækna og heimilislækna sem starfa sjálfstætt í Bandaríkjunum. Hvernig þeir geta þetta komið veg fyrir þessar svokölluðu oflækningar? Það er meira efficient varðandi rannsóknir og slíkt fyrir sjúklingana sína. Þannig að þarna byrjuð einhver svona ákveðin hreyfing en á þessum tíma ekki orðið svona sameiginlegt hugtak yfir þetta. Það er síðan árið 2012 að þessi herferð, Choosing Wisely, ríktuður af American Board of Internal Medicine og byggði það á þessari fyrri vinnu Howard Brody og NPA. Og yfirlýst markmið þessarar herferðar að hvetja til umræðu milli lækna og sjúklinga með það markmiði að hjálpa sjúklingum að fá meðferð sem raunverulega byggð á sannreyndum vísindum eða evidence-based og ekki endurtekning á fyrri rannsóknum eða meðferðum sem sjúklingur hefur fengið, þar sem þetta læknaráð eða svoleiðis sem við þekkjum. Að hún sé áhættulaus og hún sé sannarlega nauðsynleg. Og með því var gert ákall til helstu sérgreinasamfélaga innan læknisfræðinnar í Bandaríkjunum og skorað á það að finna rannsóknir og meðferðir sem mætti endurskoða og þar af leiðandi ætluðu þeir að reyna að aðstoða sjúklinga og lækna í samskiptum og hvetja til eðlilegra samskipta og reyna að koma í veg fyrir mögulega óþarfa einkenni. Sjúklingar eru þar af leiðandi upplýstari og einnig færir þetta ákveðin vopn í hendur lækna og þetta ákvörðun. Það er að segja, það er miklu auðveldara að rökstyðja það að gera ekki eitthvað. Það gera ekki eitthvað rannsókn. Því að þú hefur þarna átt þetta samtali sjúklinginn sem byggt á einhverju sem er svona komin konsensus með. Ætti það að minnka óánægju hjá sjúklinginn. En hvað finnst okkur læknum? Er raunverulega þörf á þessu? Hvaða vesen er þetta að reyna að takmarka rannsóknir? Þannig að árið 2014 voru 601 læknir í Bandaríkjunum spurðir í viðhorf þegar varðandi ólækningar og það var reiknað fyrir sem sagt aldri, kyni og staðsetningu í Bandaríkjunum og þetta voru fyrst og fremst heimilislæknar og lyflæknar sem voru spurðir og 77% af þeim töldu að fjöldi óþarfa rannsókna og inngripa væri mjög eða frekar alvarlegt vandamál og af þeir sem voru spurðir þá töldu 66% að ábyrgðin væri þeirra, læknanna. Hún væri mikil til að koma í veg fyrir óþarfa rannsókn. Svo svolítið áhægt að sjá þarna síðustu 2 punktana. 50% játuðu að panta óþarfa rannsóknir einungis vegna sjúklingurinn er í raun að krefjast þess að gera rannsókn og þeim finnst ekki ábending fyrir því að panta rannsóknina. En tæplega 70% telja að kollegar þeirra panti óþarfa rannsókn að missa ekki steini sem reikna. Þannig að þetta er greinilega vandamál, þótt að ekki
þetta viðurkenni það. Og, já, sem sagt, vita læknar hvað kolleginn að gera í næsta herbergi. Er verið að samræma hvaða rannsóknir við pöntum? Það svona virðist ekki kannski vera samkvæmt þess að það. Ok, svo ætla ég aðeins að koma með svona dæmi, sýna ykkur hvað þetta er. Hvað er Choosing Wisely? Ég þarf bara að byrja að fara á heimasíðuna til að sýna ykkur hvernig þetta er unnið. Og ef við sjáum hérna, já, til dæmis þá hafa hefur samfélag bandarískra meldinga og endoskópískra skurðlækna nýlega gefið út meðmæli, eða já, hvað þeir mæla með. Þannig að þeir hafa farið yfir einhverja 5 rannsóknir eða meðferðir sem að þeir telja með endurskoða. Tökum bara þess að hérna til dæmis. Avoid routine cholecystectomy for patients with asymptomatic gallsteina. Okay. Þeir mæla sem sagt með því að við forðum það að fjarlægja gallblöðrur í sjúklingum með gallsteina án einkenna og þá getum við farið við hvernig þetta er unnið. Það er yfirleitt formaður einhvers konar nefndir eða task force comprised of active members of the committee to develop a list of potential recommendations after being provided with information and links to the Choosing Wisely website. Okay. Þannig að þeir fara síðan yfirleitt þessi svona sérgreina samfélag eftir að hafa komið sér að niðurstöðu hvað mætti endurskoða og fara yfirleitt yfir litteratúruna og skoða sem sagt hvaða evidens á bak við það sem verið að gera raunverulega í svona daglegri praxís og vitna hérna í sem sagt rannsókn. Þannig að þetta er bara svona dæmi hvernig þeir komast að niðurstöðu eitthvað. Þannig er komin sem sagt þetta er þeirra meðmæli við gallsteinum án einkenna. Svo fann ég hérna nokkur áhugaverð dæmi sem ég langaði að deila með ykkur, bara til að sýna ykkur hvað þetta er. Og hérna við tökum frá samtökum heimilislækna í Bandaríkjunum. Þeir mæla ekki með því að gefa sjúklingum blóð sem eru með anemíu. Ef hemoglóbín í kringum 70–80 sjúklingar eru stabílir og svo kemur yfirleitt eða alltaf einhver rök fyrir því. Unnecessary transfusions expose patients to potential adverse effects without any likelihood of benefit and generate additional cost. Þannig er þetta komið með rökstuðning fyrir því af hverju þú ættir ekki að gefa sjúklingum blóð að óþörfu. Hérna, annað mjög áhugavert. Ekki taka blóðprufur á sjúklingum án þess að það sé sem sagt klínísk ábending fyrir því að sérst að greina eitthvað sérstaklega eða meðhöndla eitthvað sérstaklega til að koma í veg fyrir iatrogena anemíu. Og samkvæmt þessu, eins og ég segi, ég fór ekki gegnum allar þessar rannsóknir eða það sem er bara ómögulegt. En þeir vilja meina að upp að 90% af sjúklingum verða anemískir á degi 3 á gjörgæslu. Meðal annars stóran hluta vegna einfaldlega þess að það er verið að taka mikið af blóð og þetta er svona hlutur sem maður alltaf að segja inn á. Þannig að þarna inni alls konar svona upplýsingar. Svo líka meðmæli frá hjúkrunarfræðingum. Þetta var sem er líka mjög áhugavert. Þessi samtök mæla ekki með því að hár sé fjarlægð af fyrirhuguðu skurðsvæði jafnvel og þar með tali ekki á höfði sjúklinga. En ef það verður að fjarlægja hár, þá ætti að vera klippt af en ekki sem sagt að raka. Og það sem kom mér mjög á til dæmis er að árið 1973 kemur út þessi stúdía sem sýnir fram á aukna tíðni sýkinga í fólki sem er rakað á skurðstað. En einungis 0,9% hjá þeim sem að hárin voru ekki fjarlægð og 1,7% hjá þeim sem voru klipptir, ekki farið alveg niður að húðinni. Og þrátt fyrir það að þá er hár rakað af stöðum þar sem fyrirhugaðar eru.
gera skurð. Svo líka meðmæli frá lyfjafræðingum. Þetta til dæmi það. Ekki hefja meðferð, lyfjameðferð til að meðhöndla einkenni eða afleiðingar af einhverju annarri lyfjameðferð, nema þú farir þá í fyrsta lagi yfir meðferðina sem viðkomandi á og endurmetir hvort það þurfa að vera á þeim lyfjum. Og frekar endurskoða það heldur að meðhöndla alltaf bara aukaverkanir af næsta lyfi. Og hérna þetta klassíska, ekki taka eða rannsaka, gera myndgreiningarannsókn á fólki með óspesifískan bakverk án þess að vera með rauð flögg. Og þetta eru samtök bandarískra heila- og taugaskurðlækna sem koma út með þessa meðmæli. Og þarna komin einhver svona grunnur að einhverju sem að aðrir geta fylgt eftir og komið sér saman fylgja þessu. Og svo annað, þetta ekki bara það að fara yfir rannsóknir og klíníkæðina. Þetta líka hvernig verður einhver hluti af þessu choose wisely. Og það getur maður gert á mjög einfaldan hátt, eins og var gert í Svíþjóð. Þarna tók einn lyflæknir sig til og spurði sig á hverjum degi, þarf þessi sjúklingur að fara í blóðprufu? Ef ekki, þá bara sleppti því að taka blóðprufu. Ef þið þurftu þess, ef hann var að fylgja einhverju sérstöku eftir eða þurfti að fá einhverju upplýsingar, þá náttúrulega tóka blóðprufur af viðkomandi og með þessu þá tókst honum á mjög einfaldan hátt í staðinn fyrir að bara klikka og panta að minnka blóðprufur sem teknar voru af sjúklingum 10,7% án þess að það hafi neikvæð áhrif á lengd eða sjúkrahúsdvölina, mortalitet eða endurinnlögn. Þar með að lækka kostnað sjúkrahússins. Þannig að þetta ekki heldur bara það að einhver risasamtök komið saman að endurskoða. Þetta getur bara einn maður spurt sig einfaldar spurningar og þannig komist að þessari niðurstöðu og þannig hann choosing wisely. Og já, svo spurning hvernig verðum við hluti af choosing wisely. Og það ótal leiðir til að gera það. Það hérna þessi vefsíða sem þeir eru með. Þetta allt ótrúlega einfalt. Getting started, where should I start, am I choosing wisely, how can I implement choosing wisely in my practice or health system. Þetta allt svona mjög einfalt og þess að sýna ykkur það líka hægt að fara, þarna kennslumyndbönd, hvernig þú átt að interakta við sjúklinginn, hvernig þú útskýrir fyrir honum, hann þurfi ekki þessa meðferð, þessa rannsókn, svona samskiptalega séð. Það í rauninni allt sem inn á þessari síðu. Svo náttúrulega með Get Smart About Antibiotics sem sérkapítur út af fyrir sig sem ég ætla ekki að fara út í núna. Og svo ég líka búinn að gefa út þetta líka mjög sniðugt, þá ég búinn að gera svona plakkut sem þetta allt frítt að sjálfsögðu, sem læknar geta prenta út og haft á stofunum sínum til að fræða sjúklinga meðal annars, til dæmis eitthvað svona 5 questions to consider before taking antibiotics og reyna þar með að koma þessu líka svolítið til sjúklings. Þannig að hann spurji sig og lækninn, þarf ég sýklalyf? Af hverju er verið að skrifa sýklalyf fyrir mig? Og svona fræðsla fyrir það. Og það eru hérna back pain, pósterar, höfuðverkir, ámynda höfuðverki, nei, og þetta allt sem sagt frítt og hægt að prenta út. Svo mæla ég til dæmis með að skoða síðu sem heitir ICE Review. Það síðan sem tekur lyf sem kom marka ný lyf, ber þau saman við
önnur lyf sem á markaði og tekur tillit á verðinu og þetta lyf betra en fyrra lyfið og reynir að setja einhvers konar stuðul á það hvort það sé þess virði þá að skipta yfir í nýja lyfið eða ekki. Þannig að ég ætla ekki að fara dýpra í það, en það svona, þetta allt resursar sem hægt að kynna sér á síðan. Ok, svo líka til app fyrir lækna og sjúklinga. Það nú meira hugsað, finnst mér, fyrir sjúklingana áður eða þar til læknis og framvegis. Það eru sjúklingar upplýstari, vonandi koma þeir ekki inn og biðja bara eitthvað heldur eiga þá einhvers konar samtal, meiri jafnmikið grundvelli við lækna. Svo líka þetta fara í svona online cases og þetta allt fínt. High value care cases þá geta menn æft sig í þessum ákvarðanatöku og svo framvegis. Ok, svo komið að því. Þetta náttúrulega bara guidelines. Og guidelines þetta relatíft fyrir þann sem að stunda lækningar. Ég og Jói Fel erum beðnir að baka brauð. Ég kann ekki að baka, þannig að ég þarf að hafa einhver uppskrift. Ég þarf að hafa einhvern grunn að því hvernig maður bakar brauð. Þannig að uppskrift af brauðinu hjálpar mér mjög mikið. En Jói Fel til dæmis, hann myndi baka mögulega miklu betra brauð en ég án uppskriftar. Því hann hefur bakað brauð í mörg ár. Þannig að þetta svona samlíking sem að læknir sem heitir Scott Weingart sem sér EMK kom með. Hann svona ekki alveg sannfærður guidelines í öllum tilfellum. En það náttúrulega því að menn eru komin mislangt. Það þarf ekki að fylgja guidelines ef þú ert sérfræðingur í einhverjum. En guidelines eru mjög góð fyrir þá sem að læra að baka. Eiga alltaf sinn þátt innan læknisfræði, þrátt fyrir að þetta sé ekki absolutt. Ok, tækifærissak. Hvað getum við gert hér? Við þurfum ekki að hringja í landlækni og fá einhverja bjúrókrasi og fylla út fleiri. Við getum einfaldlega spurt okkur á hverjum degi þarf þessi sjúklingur að fara í blóðprufu. Það að gera flóknara en það. Við getum unnið meira því að staðla ákveðna rannsóknir uppvinnslu á bráðamóttöku eins og allavega skert í Connecticut í Bandaríkjunum. Þar var tekið og menn ákváðu það á að mynda á bráðamóttöku CT höfuð af einhverjum með svona minor trauma sem uppfyllir ekki, ég man nú ekki hvað þetta hét, en við hér notum það með Canadian Head CT rule til að ákvarða hvort fólk þarf CT eftir trauma eða ekki. Og ef fólk uppfyllir ekki þau skilyrði, þá var eina markmið að senda fólk ekki í CT af höfuð. Þannig að þetta er ekki meiri, þetta er ekki stærra en það. Þeir voru sérstaklega velunnaðir fyrir það að taka ekki tölvusteindir af höfði þegar það var ekki ábending fyrir. Við getum mjög einfaldlega sett upp eitthvað svona hendi á prófum. Og það sem er mikilvægt að allir séu fæddir og allir séu svo með séu að vinna sama markmið. Það svona eitt lykilþáttur í þessu. Allir frá hjúkrunarfræðingum og upp í sérfræðingar séu upplýstir. Væri þá auðvitað að setja póster á það með slys og til dæmis eru fríir. Eitthvað fleira svona sem dettur í hug. Svo að lokum ætla ég að sýna ykkur hversu langt þetta er komið. Þetta er sem sagt komið nánast, út allan heim, stóran hluta í Evrópu, hér í Ástralíu, Brasilíu. Þetta svona það sem byrjaði sem þessi hreyfing 2012 að berjast út. Það möguleiki fyrir okkur að taka þátt í þessu. Já, þá þetta bara búið hjá mér í dag.